6.000 fuglar drápust þegar eldur kviknaði í eggjabúi á Vatnsleysuströnd í nótt. Bruninn mikið áfall, segir framkvæmdastjóri búsins. Rússar gerðu í nótt eina af stærstu árásum sínum á Úkraínu hingað til. Árásirnar sem beinst hafa að orkuinnviðum hafa minnkað raforkuframleiðslugetu Úkraínu til muna nú þegar kólnar í veðri. Ljósin voru kveikt í Karphúsinu helgina þar sem læknar, kennarar og viðsemjendur sátu samningafundi. Fólk jákvætt og ekki sé farið að sjá til lands. Hofsjökull hefur rýrnað 15% á innan við 40 árum. Afkomumælingar þessa árs segja álíka sögu og undanfarna áratugi. Gott kvöld. 6.000 fuglar drápust þegar eldur kviknaði í eggjabúi Nesbús á Vatnsleysuströnd í nótt. Tjónið mikið en framkvæmdastjórinn þakkar fyrir að tekist hafa komið í veg fyrir að eldurinn dreifði sér víðar. Tilkynnt var eldinn miðnætti og þá var allt tiltækt. Slökkvilið Brunavarna Suðurnesja kallað til auk tankbíls frá slökkviliði Grindavíkur. Töluverður eldur logaði í þaki eins hús þegar slökkviliði kom á staðinn. Það eru 4 álmur hérna á baku hjá okkur, byggingar, kjúklinga, og það ein sem kviknaði í og hún alveg farin. Við náum svona að halda í henni tjóninu þar. Vinnu slökkviliðs lauk 8:00 í morgun en slökkviliðinu tókst að koma í veg fyrir að eldurinn dreifði sér í aðliggjandi byggingar. Sambarilegt hús og það sem brann kostar nýtt 150 milljónir króna með búnaði. En tjónið hefur ekki verið metið. Nesbú næst stærsta eggjabú landsins með starfsemi á 3 stöðum. Hér á Vatnsleysuströnd fer stærstur hluti framleiðslunnar fram. Fólk var ekki í hættu í eldsvoðanum en að minnstakosti 6.000 hænsnfuglar drápust af völdum elds og reyks. Já, svona hlutir eru bara ömurlegir. Þetta bara skelfilegt þegar svona hluti gerast og mann náttúrulega að því líka þetta eru lifandi dýr og þá stendur mann aldrei á sama þegar svona gerir bara tekur svolítið á en eins og segið þá þrátt fyrir mikið tjón og þá fór þetta samt betur en á horfðist. Tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu fer með rannsókn á eldsupptökum. Rannsóknarvinna hefst á morgun. Ein stærsta árás Rússa á Úkraínu hingað til var gerð í nótt. Árásirnar ollu rafmagnsleysi víða. Talsmaður flughers Úkraínu segir nóttina hafa verið hreint helvíti. Það sáust víða ummerki árásir Rússa á Úkraínu í nótt. Þær mörkuðu ekki aðeins mannvirkin, heldur líka fólkið. Þetta í Odessa þar sem 2 voru drepnir og truflanir urðu á bæði vatns- og raforkukerfinu. Alls skutu Rússar 120 eldflaugum og næstum 100 drónum nánast allt landið, þar á meðal á höfuðborgina Kænugarð. І десь хвилин за 5 після початку тривоги почули такий гарний свист і відразу вибух. Оцей вибух, оцей привів, напевно, попадання, як кажуть, уламка від ракети, який пробив дах і наскрізь перегородку, як вона. Júri Ignat, talsmaður úkraínska flughersins, segir að nóttin hafi verið hreint helvíti en að tekist hafi að granda rúmlega 140 af flaugunum og drónunum sem Rússar skutu, eða 2/3. Þrátt fyrir þetta voru minnst 7 óbreyttir borgarar drepnir og víðtækar rafmagnstruflanir urðu. Það veldur áhyggjum nú þegar kaldasti árstíminn fer í hönd og hætta á að það geti ekki allir kynnt hús sín. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, segir að helmingur orkuframleiðslunnar sé nú fyrir bí vegna árása Rússa. Andrei Síbía, utanríkisráðherra Úkraínu, notaði tækifærið til að hnýta í símtal Olafs Scholz, kanslara Þýskalands, við Vladimir Putin, forseta Rússlands á föstudag. Hann sagði að árásin væri svar glæpamannsins Pútins við þeim sem hafi hringt í hann og heimsótt undanfarið. Það þurfi frið með styrk, ekki friðþægingu. Scholz varði símtalið í samtali við fréttamenn en sagði þó að afstaða Pútins til stríðsins hefði ekki breyst. Dass wir in der Frage des Prinzips sehr klar sind, nämlich dass die Ukraine sich auf uns verlassen kann und dass der Grundsatz gilt, über die Köpfe der Ukraine hinweg wird es keine Entscheidungen geben.
Og nú rétt fyrir fréttir var greint frá því að Joe Biden Bandaríkjaforseti hefði veitt Úkrænumönnum í fyrsta sinn heimild til að nota langdrægar eldflaugar á rússneskri grund. Það viðbragð við því að norðurkórískir hermenn hafi verið sendir til að berjast við hlið Rússa í Úkraínu. Á annað 1000 manns tóku þátt í mótmælagöngu gegn rússneskum stjórnvöldum í Berlín í dag. Flestir þáttakendur voru útlægir rússneskir stjórnarandstæðingar, þar á meðal Júlía Navaljaja, ekkja stjórnarandstæðingsins Alexis Navalny. Mótmælendur kröfðust þess að Rússar dræju herlið sitt frá Úkraínu og að réttað yrði yfir Pútín Rússlandsforseta fyrir stríðsglæpi. 3 hópar stjórnarandstæðinga gengu saman í göngunni og þetta tilraun til að ná sáttum í deilum sem hafa komið upp á milli hópanna. Góður gangur var á samningafundum lækna og ríkisins sem stóðu alla helgina og allir eru meðvitaðir að verkfall nálgast, segir formaður lækna. Kennarar eru komnir með leiðbeiningar í rétta átt en ekki komnir inn á veginn, segir formaður kennara. Samninganefnd lækna og ríkisins og ýmsir læknahópar voru á fundum allan gærdaginn og frá því í morgun. Ég myndi segja öll helgin hafi verið undir. Gengur vel? Já, með öllum fyrirvörum auðvitað, en ég myndi segja að það er jákvætt andrúmsloft, fólk er aðeins farið að fara meira bara niður í praktísku atriðin og það er alveg hreyfing, en ég þori auðvitað ekkert að lofa neinum niðurstöðu ennþá. Hvenær hefjast svo verkfall, hvenær eru þau boðuð? Verkfallið hefst 25. nóvember, mánudag eftir rúma viku og þetta er dagsetning sem allir hér innanhús eru mjög meðvitaðir og markmiðið er auðvitað að reyna að vera búin að þessu fyrir þann tíma. Náist það ekki hefst verkfall á miðnætti annan mánudag á öllum vinnustöðum lækna og stendur fyrsta lotan í 4 daga frá miðnætti til hádegis. Þann 25. nóvember hefjast líka að óbreyttu verkföll í Árbæjarskóla í Reykjavík, Garðaskóla í Garðabæ og Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Í fyrramálið hefst verkfall í Menntaskólanum í Reykjavík. Þessi skólar bætast við þá 9 framhaldsleik, grunn- og tónlistaskóla þar sem verkfall hefur staðið í tæpar 3 vikur. Stuttur samningafundur kennara og ríkisins var hjá ríkissáttasemjara í dag en þar eru framhaldsskólarnir undir. Mér finnst við á síðustu dögum hafa náð að ytta okkur betur og við höfum náð svona ákveðnum svona, við segja við sem komum með leiðbeiningar í rétta átt en við erum kannski ekki alveg komin alveg á veginn en síðustu dagar hafa skilað okkur ágætis samtölum allavega. Margir foreldra barna sem verkfallið hefur bitnað á eru óánægðir með hvað hægt gengur. Magnús Þór segir verkfall vissulega erfiðasta hluta kjarabaráttu. Við bara erum núna á hverjum degi að reyna að vinna því að þeim aðgerðum ljúki. Ísraelsmenn hafa gert árásir á miðborg Beirút í morgun eftir að hafa mestu haldið sig við úthverfi í suðri undanfarna daga. Talsmaður UNICEF hefur áhyggjur af áhrifum stríðsins á andlega líðan barna og segir vopnahlé það eina sem dugi til að bæta úr því. Ísraelsmenn hafa í tæpa viku gert nánast linnulausar árásir í úthverfum í suðurhluta Beirút þar sem þeir telja Hezbollah samtökin vera með starfsemi. Þær héldu áfram í morgun. هذا الإجرام زي ما هيونكم هيدي منا حرب بقى هيدي صارت تدمير الأبرياء بنايات ما فيهم إلا ناس وأهالي وسكان شو بدنا نحكي Í morgun voru svo gerðar árásir í miðborginni. Þar var líbanskt útibú Baath-flokksins í Sýrlandi skotmarkið. Fjölmiðlar segja að Mohamed Afif, talsmaður Hezbollah, hafi verið drepinn í þeim árásum. UNICEF hefur áhyggjur af stöðu barna í Líbanon í þessu stríði. Tæplega 200 börn hafa verið drepin þar og 100.000 hafa mist heimili sín undanfarnar vikur. This has been the most intense form of displacement and children killed that the country's seen in decades. So when those children are displaced, suddenly they're sleeping in classrooms. They're not learning in classrooms, they're sleeping. Stöðugur sprengjugnýr og drónahljóð hafi svo áhrif á andlega líðan barnanna. The children looking into their parents' eyes and realizing that mum and dad cannot protect me at this moment. Það valdi síðan álagi hjá fjölskyldum. Elder segir UNICEF reyna að gera ýmislegt til að bæði mennta börnin og veita þeim áfallahjálp. Við þessar aðstæður dugir það þó ekki til. The attacks go on, the frontline moves, so people are never quite sure where is safe. All these things on their physical and psychological health have a really, really negative impact. Nothing is going to be sufficient other than really having a ceasefire, having people go home, having children go back into schools,
teachers are displaced. All these things are kind of compounding crises on top of crises for kids here. Afkoma Hofsjökuls neikvæð í ár samkvæmt mælingum Veðurstofunnar. Jökullinn hefur rýrnað 15% frá því á 9. áratug síðustu aldar. Við komum sérst keyrandi upp úr Skagafirðinum og þetta alveg dagsferðalagur Reykjavík og allur gangur á því hvernig gengur að komast alla leið eftir snjóalögum og leysingum eins og búið í dag. Þannig að við heldum sem bara nokkuð ánægð með okkur. Engin tæki skemmt og erum komin alla leið. Föruneyti Veðurstofunnar komið að norðanverðum Hofsjökli í sína reglubundnu haustheimsókn. Verkefnið að finna 20 stikur upp á jökli og mæla hve miklar leysingar hafa orðið í sumar. Á vorin aftur á móti gerðar kjarnaboranir og mælt hve mikil ákoman var yfir veturinn. Þetta hér þá jökul yfirborðið frá því bara núna í sumar. Sjáum bara óhreinindin í þessu og annað slíkt. Og svo komum við aftur næsta vor að verða kannski 2 metrar af snjó eða eitthvað svoleiðis. Þá borum við aftur, þangað til við komum aftur niður á þetta hérna sama lag. Mismunur þessara mælinga á að leiða í ljós afkomu jökulsins. Það hvort hann hefur rýrnað eða bætt á sig á undanförnu ári. Þetta hefur verið gert árlega frá 1988 og má telja ár með jákvæða afkomu á fingrum annarar handar. Niðurstöður þessa árs í takt við meðal niðurstöður undanfarinna áratuga. Afkoma Hofsjökuls því neikvæð og hefur hann nú rýrnað 15% frá upphafi mælinga. Við fylgjum Veðurstofunni upp á Hofsjökul í Landanum í kvöld. Það engin skömm að því að sleppa tökunum þegar maður hefur keyrt sig í þrot og reyna aftur seinna. Þetta segir líkamsræktarkappi sem ákvað að ljúka átaki til styrktar Pieta-samtökunum í gærkvöld án þess að ná settu marki. Einar Hansberg Árnason hugðist gera 500 umferðir af krefjandi æfingum og þrektækjum bæði nótt og dag í heila viku og fara 1750 kílómetra. Hann kláraði 466 umferðir og fór á endanum 1631 kílómetra. Það var tilfinningaþrungin stund þegar Einar gerði síðustu æfinguna umkringdur vinum og kunningjum. Fórum að stað með ákveðið plan sem var ekki alveg nógu vel úthugsað og breyttist mjög oft á leiðinni. Bara það sem voru alls konar breytur í sem ég var ekki búinn að reikna með. Og ég var á tímabili bara að keyra mig í þrot og orðin örmagna alltaf að vera að elta halan á sjálfum mér einhvern veginn. Hann ákvað því að hætta. Markmiðið með átækinu var að vekja athygli á forvarnarstarfi Pieta-samtakanna gegn sjálfsvígum sem Einar segir gríðarlega mikilvægt. Málstaðurinn standi honum nær. Þetta bara góður vinnur sem að fór þessa leið fyrir 1,5 ári síðan. Já, bara enn ein áminningin að Matti, að við þurfum að vera vakandi fyrir þessu og eins og ég segi, tala upp á tumbunda. Þegar ef við erum að sussetta niður þá það væntanlega bara skilaboðin sem við gefum fólki sem að díla við sársauka og myrkur og sér bara ekki hvernig morgundagur getur komið. Þannig að bara því meira samtal því betra. Hann segir enga skömm í því að hafa ekki náð settu marki. Það oft bara þannig í lífinu, maður fer að stað með eitthvað plan og allt og oft maður of þrjóskur í því. En stundum bara allt í lagi líka bara sleppa tökunum og reyna svo bara aftur seinna. Fengur bara beint í æð það kemur ungur maður og segir mér að hann hafi verið þungt og séð streymið og ákvað að koma enga niður og hann kom svo aftur og alltaf jókst brosið á andlitið hans þannig að þetta skilaði þó allan á því. Ef að þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir má alltaf hafa samband við Pieta-samtökin eða hjálparsíma Rauða krossins. Eigandi rútufyrirtækis segir skyndi ákvörðun innviðagjald á stærri skemmtiferðaskip kom í bakið á útgerðum sem selja ferðir fram í tímann. 3 skipafélög hafa afbókað komur til Djúpavogs næsta sumar. Vertíð skemmtiferðaskipanna lauk í september og rúturnar sem flytja farþegana eru komnar í vetrardvala. Páll Guðbrandsson gerir út rútur frá Hornafirði og Djúpavogi og hefur áhyggjur af samdrætti næsta sumar. Tollfrelsi skipanna verður afnumið áramót og innviðagjald lagt á hvern farþega. Þannig að við erum að lenda í því að Svan Hellenic skipafélag sem kom hérna 5 sinnum núna í sumar
að þau eru hætt við og taka það mjög skýrt fram að það bara út af þessum álögum sem þau eru hætt við og það munar minna hérna fyrir litla höfn eins og Djúpavog sko. Til Djúpavogs hafa komið 60 skip hvert sumar, segja má að þar sé höfnin fyrir Jökulsárlón og Fjallsárlón, en rútuferðir þangað eru vinsælar. Og fáir hafa tekjur af því að flytja ferðamenn úr skipunum í göngu eða jeppaferðir. Fyrirtæki í hótel- og gistiþjónustu hafa sagt skipin sem sigla í kringum landið fljótandi hótel á undanþágum og með samkeppnisforskot. En Cruise Iceland segir þau reyna viðbót við ferðaþjónustuna. Útgerðirnar setji sig ekki upp á móti álögum en þyrftu lengri fyrirvara því ferðir séu seldar langt fram í tíman. Í síðasta mánuði var skyndilega ákveðið að leggja nýtt gjald á skipin áramót. Einhvers konar innviðagjald sem bara sett til höfuðs farþegum skemmtiferðaskipa sem sko 2500 krónur per farþega per nótt og bara til samanburðar þá gistináttagjaldið 600 krónur per herbeggi en þetta per farþega og 95% af öllum farþegum í skemmtiferðaskipum eru hjón. Þannig að þetta raunin tífaldur gistináttaskattur sem á að setja algjörlega fyrirvaralaust og án undirbúnings. Útgerðir skipana þurfa að óbreyttu að taka á sig gjaldið sjálfar og því freistandi að breyta áætlunum. Þetta bara ekki boðleg stjórnsýsla fyrir svona geira sem að búa til 11 milljarða tekjur hérna sem að dreifast landsbyggðina. Alþjóðlegur minningadagur fórnarlömb umferðarslysa í dag. Þeirra var minnst víða land. Að þessu sinni sérstök áhersla lögð á að vekja athygli á hættunni sem getur fylgt þreytu undir stýri. Kveikt var á 13 kertum á þyrlupallinum við bráðadeild Landspítalans en það fjöldi þeirra sem látist hafi í umferðarslysum á árinu. Þá var höfð 1 mínútu þögn til þeim sem eiga sárt að binda vegna umferðarslysa. 1624 hafa látist í umferðinni frá því að fyrsta banaslysið var skráð á Íslandi árið 1915 og enn fleiri hafa slasast alvarlega. Öruggt húsnæði, stuðningur við heilbrigðiskerfið og bann við hvalveiðum meðal mála sem Vinstri græn setja á oddinn fyrir komandi alþingiskosningar. Vinstri græn kynntu helstu stefnumál og áherslur á kosningaskrifstofu flokksins í dag. Formaðurinn segir mikilvægt að tryggja öruggt húsnæði fyrir fólk en ekki fjárfesta. Við höfum verið að sjá að húsnæðismarkaðurinn hefur verið að þróast þannig undanfarin ára að það sífellt meira rými fyrir brask og bara í raun og veru gróðahyggju og gróðastefnu. Það sem að fjárfestar eru að kaupa og selja húsnæði eins og það sé fyrst og fremst fjárfestingakostur en ekki heimili fólks. Tryggja þurfi fólki þak yfir höfuðið, óháð efnahag, byggja 1500 félagslegar íbúðir allt land og setja á bremsur á leigumarkaðinn. Þá þurfi að standa vörð menntakerfið, opinbera heilbrigðiskerfið og Landspítalann og fella niður námslán heilbrigðisstarfsfólks sem auðveldi þeim að flytja heim. Svandís segir áherslur flokksins mjög skýrar þegar kemur að hvalveiðum og blóðmerarhaldi. Við viljum leggja áherslu á það að þessar atvinnugreinar heyra sögunni til og við höfum náttúrulega lengi talað mjög skýrt fyrir því að hvalveiðar eigi að vera hluti af fortíð en ekki hluti af framtíð. Vinstri græn sé að leita aftur í gömul gildi þegar kemur að náttúruvernd og loftslags- og umhverfismálum en þar boði flokkurinn róttækar aðgerðir. En við erum líka bara með áþreifanlega punkta sem að lúta til dæmis að því að vernda bæði Eyjafjörð, Öxarfjörð og Seyðisfjörð fyrir sjókvíeldi og svo að fasa út í skrefum eldi í opnum kvíum sem ég held að bara skipti mjög miklu máli með hliðsjón af bæði dýravelferð og náttúruvernd. Sitt sýnist hverjum nýjustu viðbótina í matvöruverslunum í Danmörku. Þjóðháttafræðingur segir að nýjungin sé til marks frjálslegra samfélag. Mjólk, egg, kvöldmatur, titrari. Nokkurn veginn svona gætu innkaupakörfur í Danmörku litið út þessa dagana. 3 verslanakeðjur hafa sett hjálpartæki ástarlífsins í hillur verslana sinna og virðast viðskiptavinir nokkuð ánægðir með fjölbreytnina. Ja, så har man det hele her. Ikke? Og en flaske rødvin og en god kage og noget. Så er det super fint. Måske i min alder andre, der kunne synes, at det er lidt for frisk. Men de kan jo bare gå forbi. Einhverjir hafa lýst áhyggjum að því að það gleymist að hugsa börnin sem gætu óvart litið hjálpartækin augum. Sérfræðingar telja hins vegar að þetta sé til marks að unaðsvörur séu ekki lengur feimnismál. Vi har placeret varerne oppe i højden, væk fra børneøjne. Vi har pakket varerne ind pænt og diskret, så vi ikke vækker opsigt på den måde med produkterne.
Jeg synes heller ikke, vi skal skamme sådan noget. Altså, det er okay. Lad os hellere gøre det normalt. Vi er blevet mere frigjorte. Vi har også fået et andet forhold til vores krop. Men først og fremmest så kan man også tale om, at vi har en generation på vej ind i butikkerne, som har et helt andet forhold til deres egen seksualitet, end mange af os andre er vokset op med. Jeg vil da ikke have noget mod at købe det i hvert fald. Jeg kunne godt finde på at putte den i kurven. Det kunne jeg godt. Og þá að veðri, norðlæg átt víða kaldi eða stinningskaldi, él landið norðan og austanvert, engum þó norðaustan til. Lengst af bjart og fallegt veður, annars staðar frost allt land og það verður kaldast inn til landsins. En Óli Þór Árnason veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga loknum í íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Þrátt fyrir ójafnan leik varð engu að síður hasar þegar Haukar og IBVF áttust við í 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta í dag. Undirbúningur Íslands fyrir EM kvenna í handbolta hefst á morgun. Reynsluboltinn Steinunn Björnsdóttir á leið á sitt fyrsta stórmót. Ég ekki alveg áttum á því á hvað svimar að fara. Heimir Hallgrímsson mætti með sína menn í írska landsliðinu á Wembley í London. Og Íslandingar gerðu það gott í Þýskalandi bæði í fótbolta og handbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 6.000 fuglar drápust þegar eldur kviknaði í eggjabúi á Vatnsleysuströnd í nótt. Brunin mikið áfall, segir framkvæmdastjóri búsins. Rússar gerðu í nótt ein af stærstu árásum sínum á Úkraínu hingað til. Árásirnar sem beinst hafa að orkuinnviðum hafa minnkað raforkuframleiðslugetu Úkraínu til muna nú þegar kólnar í veðri. Ljósin voru kveikt í Karphúsinu helgina þar sem læknar, kennarar og viðsemjendur sátu samningafundi. Fólk jákvætt þótt ekki sé farið að sjá til lands. Hofsjökull hefur rýrnað 15% frá því á innan við 40 árum. Afkomumælingar þessa árs segja álíka sögu og undanfarna áratugi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma lokið. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þegar ég að tala við ykkur, þá ég ekki að tala við stráka. Þeir bara 4 af stelpunum mínum. Landinn heilsaður upp á skemmtilegt fólk allt land sem fæst við áhugaverða hluti. Ráðherrann, önnur þáttaröð þessara íslensku dramaþátta þar sem Benedikt Ríkharðsson snýr aftur í stjórnmál eftir að hafa tekið sér leyfi frá embætti forsætisráðherra vegna geðhvarfa. Höfnun konungs árið